Hitinn hefur farið yfir 40 stig víða í Evrópu í dag. Tugir hafa drukknað í Frakklandi við að reyna að kæla sig í hitabylgjunni síðustu daga. Íslendingur í Róm segir varla hægt að anda. Vinnsla hafin í hvalstöðinni í Hvalfirði eftir 3 ára hlé. Hvalur 9 kom í land í nótt með 2 langreyðar sem skotnar voru helgina og von á þeirri 3. í kvöld. Formaður Bændasamtakanna segir stjórnvöld skulda þjóðinni útskýringu á þeirri vegferð sem þjóðaratkvæðagreiðslan framhald viðræðna við ESB sé. Auka búnaðarþing verður í ágúst afstöðu Bændasamtakanna. 10 ár eru síðan Bretar kusu að fara úr Evrópusambandinu og þjóðin enn klofin í málinu. Pólitískur óstöðugleiki og brostnar vonir hafa einkennt áratuginn. Austfirðingar og gestir þeirra ganga upp fjöll, inn dali og út nes í árlegri gönguviku í Fjarðabyggð. Í dag var gengið á hádegisfjall við Reyðarfjörð og í kvöld á að slá upp varðeldi hér á Hólmanesi. Komið sæl. Rauð viðvörun vegna hita í gildi víða vestanverða Evrópu. Hitamet var sett í Frakklandi og þar hafa 40 drukknað undanfarna daga við að kæla sig í ám og vötnum. Íslendingar lýsa miklum erfiðleikum með að fást við þennan mikla hita. Viðvaranir vegna hita hafa verið í gildi í stórum hluta Evrópu í dag eins og kortið sýnir, því rauðari litur, því sterkari viðvörun. Þær gilda flestar líka á morgun og þá verður stærri hluti Þýskalands undir viðvörunum. En staðan núna virðist verst í Frakklandi. Ég sit hérna út í garði, undir tré og skuggi trjáa alltaf betri heldur en skugginn af steinum, eins og við vitum sem búum í París. Og sem betur fyrir erum við nú flest með aðgengi að góðum almenningsgörðum, þar sem eru góðir skuggar og alltaf vatnskranar, hægt að fá sér vatn. Hitamet var sett í Frakklandi í dag, 44,3 stig í Písó. Einhverjir hafa hætt snemma í vinnu. Dagurinn hefur verið óbærilegur fyrir marga. Pareil, donc on peut pas, puis même l'être humain n'est pas fait pour travailler à 43 degrés. Donc tout ça m'ont obligé d'arrêter, c'est la chaleur de Dubaï, c'est impossible. Hitinn hefur líka reynst hættulegur. 2 börn, 2 og 4 ára létust í bíl í bænum Carpentras í gær. Bíllinn var í eigu móður barnanna, málið í rannsókn. Þá hafa minnst 40 drukknað síðustu 5 daga við að kæla sig í ám og vötnum þar sem líkami þess réði ekki við kuldasjokkið. Slíkt sund hefur víða verið bannað í hitanum. Fólk svolítið stressað. Þetta búið að vera mjög erfitt. Ég verð að viðurkenna það. Það eiginlega bara varla hægt að anda. Ég veit ekki hvort þið sjáu það, en ég að bíða hérna eftir hellidembu. Í dag rauð viðvörun í gildi í 15 borgum á Ítalíu, þar á meðal Róm og Milano. Hitabylgjan þar hefur staðið yfir í nokkra daga. Questi giorni qua è veramente pesante. Sì, caldo fa, poi l'afa che è quella che stronca. Quello sì. Á föstudaginn spáð 40 gráðu hiti við veðri og hingað til hefur hæsti hiti sem við mælst hefur í júnímánuði bara verið 39,6 gráður og það einmitt hér í Frankfurt sem verður á laugardaginn 40 stiga hiti ef að sú spá gengur eftir. Þegar orðið heitara en fólk á að venjast á þessum ástíma og það á bara eftir að versna. Spánverjar fara heldur ekki varhluta af hitabylgjunni. Hitinn þar hefur hæst mælst 44 stig í Andalúsíu og þar erfiðast að fást við heit kvöld. Esta noche es terrible. Hace un calor, es que pones el ventilador y el aire caliente, o sea, no hay quien duerma. Aukin loftkæling vegna hitabylgjunar hefur haft það í för með sér að raforkuverð í Evrópu nú það hæsta í 2 ár. Gert ráð fyrir að hitabylgjan nái til Austur-Evrópu síðar í vikunni. Hrafn Guðmundsson, veðurfræðingur, hvað skýrir þessa hitabylgju? Já, það náttúrulega gríðarlega mikið hæðarsvæði þarna yfir og búið að vera. Þessi hitabylgja búin að vera í nokkra daga núna og sérstaklega slæmt í Frakklandi. En það er svona háloftalægð sem kom úr norðvestri og hreiðraði sig þarna vestur af Íberíuskaga og hún er svolítið að sjá að dæla heitu lofti frá Afríku þarna yfir og mun gera það áfram. Er þetta óvinnulegt? Já, þetta er mjög óvinnulegt, hitabylgja og svo við sjáum á kortinu þínu núna fyrir morgundaginn. Og þetta eru þessi viðvaranir sem eru taki gildi á morgun. Það er búið að vera náttúrulega rauða viðvaranir í gildi undanfarna daga
nokkrum stöðum eða nokkrum þjóðum en það sem að þetta kannski sérstaklega slæmt líka í Bretlandi þar sem við verið að tala mikið raka þar með hitabylgjunum 2022. En getur þetta haft einhver áhrif hér á landi? Við erum alltaf í svalaloftinu, við erum í svalanum og það verður bara svalt áfram hjá okkur, svona hitt í meðalagi eða heldur svalt svo þegar líður á vikuna en annars við erum í góðum málum. Við erum í góðum málum. Hrafn Guðmundsson, þú ferð betur yfir þetta allt saman strax að loknum íþróttir. Takk fyrir þetta. Að allt öðru, fyrstu 2 langriðum hvalveiðitímabilsins var landað í nótt og vonað þeirri 3. til löndunar í kvöld. Fjarskiptamiðstöð ríkislögreglustjóra bar símtal í nótt þar sem hótað var að sprengja annað hvalveiðiskipið ef hvalveiðum yrði framhaldið. Hér í hvalstöðinni í Hvalfirði hófst vertíðin af fullum krafti í nótt þegar langriðarnar 2 voru dregnar að landi. Þetta eru fyrstu hvalirnir sem veiddir eru við Íslandsstrendur í tæplega 3 ár. Hvalveiðiskipið Hvalur 9 landaði þeim og sigldi svo aftur út til veiða. Hvalur 8 er svo væntanlegur að landi síðar í kvöld með eina langriði sem var skotin í gær. Fjarskiptamiðstöð ríkislögreglustjóra barst sprengjuhótun í gegnum neyðarlínuna klukkan 4 í nótt. Þar var tilkynnt að búið væri að koma fyrir einhvers konar sprengibúnaði borð í öðru skipinu og því hótað að hann yrði virkjaður ef hvalveiðum yrði framhaldið. Ásmundur Kristinn Ásmundsson, yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Vesturlandi, staðfestir þetta. Hann segir forsvarsmann Hvals HF hafa verið látin vita og að málið sé í rannsókn. Hótunin hafi borist frá Bretlandi en verið sé að rannsaka nákvæma staðsetningu. Hann segir símtalið metið sem ótrúverðuga hótun en ráðstafanir hafi verið gerðar. Hann segist ekki geta tjáð sig hvaða ráðstafanir það eru. Hvalveiðiheimild í ár eru 150 langreyðar sem 20% lækkun frá fyrri ráðgjöf. Formaður Verkalýðsfélags Akraness segir fagnaðarefni að hvalveiðivertíðin sé farin af stað á ný. Þetta mun skila Akraneskaustaði 20 milljóna í útsvarstekjur. Þetta mun skila ríkissjóði skattekjum sem að hjálpa okkur síðan við að halda heilbrigðiskerfinu, menntakerfinu og svo framvegis. Þetta skiptir okkur öll máli. Það skiptir okkur máli að við nýtum okkar auðlindir sem að við eigum. Dýra- og náttúruverndarsamtök hafa gagnrýnt veiðarnar og segja þær ómannúðlegar og tilgangslausar út frá viðskiptahagsmunum. Vilhjálmur segir þennan málflutning óskiljanlegan. Ekki frekar heldur en árið 2009 þegar var talað það þegar veiðarnar voru heimilaðar á nýjan leik að hér myndu ferðamenn hætta að koma til landsins og allskyns svona dómsdagsspár voru þá uppi, ekkert að þessu rættist. 10 manns höfðu komið sér fyrir utan girðingar hvalstöðvarinnar í nótt þegar Hvalur 9 var á leið í land. Kristján Loftsson, eigandi Hvals HF, óskaði eftir aðstoð lögreglu, skildi eitthvað koma upp á. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á Vesturlandi komu þeir á staðinum 4. Friðsamlegt hafi verið við hvalstöðina. There was a small gathering of people who were here to watch, people who were here to record, people perhaps who knew what was going on and rather than, just passing like tourists. Viðvera samtakana hér á landi sé ekki til að mótmæla, heldur til að mynda veiðarnar og verkunina og tilkynna til lögreglu verði þau vör við hugsanlegt lögbrot. We'll be here in Iceland until Kristján Loftsson, until Hvalir stop whaling. We're here to end it. Bændasamtök Íslands hafa ákveðið að boða til auka búnaðarþings vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar áframhaldi viðræðna við ESB. Formaður samtakana segir að verið sé að keyra með risastórt pólitískt mál í gegnum samfélagið hásumar og ráðamenn þjóðarinnar hafi ekki útskýrt af hverju. Á búnaðarþinginu í mars var skipuð milliþinganefnd til að greina áhrif aðildar Íslands að Evrópusambandinu og íslenskan landbúnað og stöðu bænda. Niðurstöðu þeirra nefndar verða kynntar í sumar og síðan ræddar og auka búnaðarþingi 14. ágúst og afstaða samtakana gerð opinber. Við erum ekki að álykta gegn þjóðaratkvæðagreiðslunni eða neinu slíku sem á sér stað núna 29. ágúst. Þetta er bara risastórt pólitískt mál sem er verið að keyra núna á samfélagi okkar hér á Íslandi. Og það sem snýra landbúnaðin þá eru bændur náttúrulega í mínum huga langbest til þess fallnir að fjalla landbúnaðin.
Trausti fullyrðir að ef þjóðin segi já í ágúst þá hefjist ekkert annað en aðlögunarferli að Evrópusambandinu og þess vegna verði bændasamtökin að taka afstöðu til þess hvort að hagsmunum landbúnaðarins sé betur borgið innan ESB eða ekki. Við erum fyrst og fremst að halda á lofti mögulegum afleiðingum fyrir íslenska landbúnað af aðlögunarferlinu. Það verður dýrt. Það mun setja fjárfestingavilja íslenskra bænda alveg á frost, framtíðarhorfur eða svona horfa inn í framtíðan og gera framtíðarplön, það mjög erfitt meðan þessi óvissa öll uppi. Þannig telur Trausti að bændur séu almennt á móti eingöngu í ESB og hann sjái ekki sóknarfærin eins og staðan sé núna. Þá sjáum við því miður ekki þessi gullnu tækifæri og grænu grös hinum megin hafsins. Mér finnst ráðamenn þjóðarinnar skulda þjóðinni það að standa í lappirnar og skýra þá af hverju við erum í þessari vegferð. Þeir hafa ekki gert það nægilega vel hingað til. Mörgum spurningum ósvarað? Það finnst mér, já. Keir Starmer sem sagði af sér í gær 7. forsætisráðherrann sem hverfur frá Bretlandi á aðeins 1 áratug. Þessi órói í breskum stjórnmálum að miklu leyti rakin til þessa dags fyrir 10 árum, 23. júní 2016, þegar Bretar gengu til atkvæða og ákveða að segja sig úr Evrópusambandinu. Íbúar hér í Brixham í Devonskíri á suðvesturhorni Englands voru yfirgnæfandi fylgjandi því að ganga úr Evrópusambandinu fyrir 10 árum. 63% þeirra kusu Brexit ekki síst til að endurheimta yfirráð yfir fiskimiðum sínum úr sameiginlegum potti sambandsins. Miðað við aflaverðmæti höfnin hér í Brixham stærsta útgerðarhöfnin á Englandi. Að mati útgerðarinnar hér, hvaða áhrif hafa þessi 10 ár sem liðin eru síðan Bretar gengur Evrópusambandinu haft á útgerðina hér? Bátarnir sem ger út frá Brixham sækja afla sinn og skelfisk einkum niður í Ermarsund eða yfir á Írlandshaf í 4 til 5 daga túrum. Aflinn flokkaður en fer síðan að mestu óunnin beint á uppboð í gegnum netið. Á þessu morgni fór ufsinn að meðaltala á 1300 krónur kílóið en skarkolinn á aðeins minna einhvers staðar á bilinu 1000 til 1300 krónur. Ian Perks og fjölskylda hans hafa gert út frá Brixham kynslóð fram að kynslóð. Hann flytur út fisk til meginlandsins en nú eini fiskútflytjandinn hér sem enn stundar þalmarkað. I am the only one left purely because of Brexit, because many companies, including friends, even family, a cousin of mine, they gone bankrupt. Að mati Ians voru Bretar engan veginn nógu vel undirbúnir til að standa undir öllum fögrum fyrirheitum stjórnmálamannanna. We were told we were spending 300 million a week into Brussels. We were told that we would get our fishing rights back. We imagined, stupidly, that we would have free trade as with Norway throughout Europe. We never imagined massive delays and massive charges to continue doing what we've been doing at the time for 45 years. So yes, I did vote to come out, and I was the first to put my hands up and go, I'm sorry, I got it wrong. Þótt Bretar hafa að nokkru leyti endurheimt aðgang að eigin fiskveiði lögsögu var það í mun minna mæli en sjómennirnir hér höfðu vonað og reyndar mjög hægt því meiri hluti þess skilnaðar gengur ekki í gildi fyrr en eftir önnur 12 ár. Núna 10 árum eftir að Bretar ákvaða yfirgefa Evrópusambandið telja 56% þeirra að sú ákvörðun hafi verið röng. Ian því ekki einn að hafa snúist hugur og hann kysi því öðruvísi nú. I wouldn't want to leave. I would like to think in my lifetime we'd get back in. It's just been traumatic, expensive and a complete nightmare. Brexit hefur vissulega valdið klofningi og bæði efnahagslegum og pólitískum glundroða sem breska þjóðin enn að vinna sig út úr nú 10 árum síðar. Bæði þeir sem telja að ekki hafi verið gengið nógu langt, einkum í innflytjendamálum, því ólöglegum innflytjendum hefur fjölgað verulega frekar en hitt og hinir sem hreinlega vilja sækja aðild að Evrópusambandinu á ný hafa efnt til fjölmennra mótmæla undanfarið. Að nefna nýja aðild hefur hins vegar hingað til verið tabú í röðum breskra þingmanna og ráðherra. En núna hefur jafnvel Andy Burnham, sem sennilega verður næsti forsætisráðherra, gerst að djarfur að nefna þá hugmynd
að Bretar og Brussel ættu kannski bara að íhuga að ganga aftur í eina sang. Og að allt öðru, leiðsögumaður á Emstruleið gefur lítið fyrir skýringar franskra ferðamanna að þeir hafa ekki vitað að utanvegaakstur sé lögbrot. Mennirnir voru í tvígang tilkynntir til lögreglu en létu sér ekki segjast. Leiðsögumaður við Kötlujökul kom að mönnunum þar sem þeir höfðu fest sig í sandbleitu við utanvegaakstur. Þetta var 16. júní. Þeim gerð full grein fyrir því að þeir sé að brjóta lög og þetta sé ekki í boði og málið fer inn á borð lögreglu samstundis. 2 dögum síðar kom leiðsögumaður að mönnunum við Emstruleið. Þar sem þeir eru búin að aka fleiri kílómetra og valda mjög ljótum spjöllum utan vegar og langar lykkjur út fyrir veg og mjög ljótt allt saman. Þau brot voru einnig tilkynnt til lögreglu. Með samheldnu átaki starfsfólks á hálendinu og almennings náðust mennirnir daginn eftir og þeim var gert að gefa sig fram við lögregluna á Selfossi. Þar lauk málinu með sektargreiðslu. Síðan náttúrulega bara rúlla þeir beint inn í Landmannalaugar. Þar sá ég bílana að kvöldi þessa dags og ég var þar sjálf þessa nótt og þurfti að hafa á fyrir augunum morguninn. Ég verð bara að játa, ég las þeim alveg pistil sjálf. En það náttúrulega bara alveg ömurlegt að mennirnir geti bara óheftir haldið áfram sumarfríinu sinni. Mennirnir hafa gefið þar skýringar að þeir hafa ekki vitað að þeir væru að fremja lögbrot með utanvegaakstrinum. Emstrur eru á náttúruminjaskrá. Og því miður hef ég séð miklu ljótari mál heldur en þetta, en ekki að svona óbúslega yfirlögðu ráði. Það búa að tala mennina að þeir halda áfram. Það þykir mér lang ljótast við þetta mál. Nei, þeim bara, það stenst ekki skoðun að þeir hafi ekki vitað. Það er lygi. Í 90. grein náttúruverndarlaga segir að það varði sektum eða fangelsi alltaf 2 árum ef ökumenn gerast sekir akstur utan vega. Í alvarlegustu tilfellum er heimild í lögum til að gera ökutæki upptæk. Svo er þetta fólk sem kannski búið að taka og það að borga, það að gorta sig bara í heitapottinum í Laugardalnum að því hvað það slapp vel og þetta var ekkert mál, þetta kostaði bara eitthvað klink og var rosa gaman. Það er ekki það sem við viljum hérna. José Manuel Álvarez Bueno, utanríkisráðherra Spánar, kom í opinbera heimsókn til Íslands í dag og ræddi samband landanna á opnum fundi í Norræna húsinu. Íslenska sendiráðið í Madrid var opnað í fyrra og spænsk stjórnvöld áformað að opna sendiráð hér á landi til að styrkja tengsl landanna enn frekar. La apertura de la embajada residente en Madrid por parte de Islandia en diciembre pasado ha dinamizado sin duda alguna las relaciones de la misma forma que lo ha hecho el hecho de que España tenga una presencia diplomática permanente aquí en Reykjavik desde hace 3 años. En estos momentos estamos negociando un presupuesto en España y una de las prioridades de apertura de embajadas en cuanto que los fondos estén disponibles para ello es precisamente transformar esa presencia diplomática permanente aquí en Reykjavik en una embajada completa. Með íslenskum jarðvarma væri hægt að sjá allri Evrópu fyrir sjálfbærið þotueldsneyti. Þetta segja frumkvöðlar sem gera þessar mundir tilraunir með framleiðslu vetnis á Húsavík. Icelandair hefur áhuga á verkefninu. Ótakmarkað eldsneyti að eilífu. Þetta var yfirskrift kynningar bandaríska fyrirtækisins Synthol Energy fyrir fjárfesta og aðra sem hafa áhuga á stórhuga áformum þeirra á Íslandi. Syntholine is in the business of producing high-performance, carbon-neutral, and low-cost synthetic fuel. It's also called e-fuels, and we can make the same hydrocarbon fuels that we are currently using fossil and petroleum products to make, but we can make them with just hydrogen and carbon from clean energy, especially the clean energy from Iceland's abundant geothermal resources. Og þeir spöruðu ekki stóru orðum. Tæknin gæti bylt eldsneytisbransanum á heimsvísu og meira af eldsneyti gæti verið flutt út frá Íslandi en af jarðgasi frá Noregi. Og eftir áratugar undirbúning tók rétt 2 mánuði að byggja tilraunastöð á Húsavík. Þessi rör hérna flæðir sjóðandi heitt vatn beint frá Orkuveitu Húsavíkur og það er jarðvarminn sem verið að sækja í hérna. Vatni flæðir svo inn í þennan rafgreini fyrir aftan mig. Hérna eru meira en 700 gráður, hérna verður til vetni
og þetta sparar þeim heilan helling í framleiðslu á eldsneyti. Vonir standa svo til að búa til það bil 15 svona græjur. Í rafgreininum vetni búið til sem lykilhráefni í framleiðslu sjálfbærs eldsneytis eða e-fuels, en það framleitt víða heim með misumhverfisvænum hætti. Vetninu svo blandað við endurnýtt kolefni og hefðbundið eldsneyti og úr verður þessi loka afurð. Markmið Synthol að gera framleiðsluna bæði ódýrari og umhverfisvænni en þekkist annars staðar. Með rafgreininum þá næst þessi mikla nýtni og sem lykillinn í því að framleiða vetni við lágum tilkostnaði. Bandaríkjamönnunum var bent á að á Húsavík væri þessar mundir nóg af orku að fá frá Þeistareykjum á meðan vinnsla PCC liggur niðri. Hvort eldsneytisvinnslustöð rís við Skjálfanda á næstu árum á svo eftir að koma í ljós. But our next trajectory is to build a large commercial scale facility, feasibly right here, where we can produce fuel for domestic demand in Iceland, potentially for Iceland Air, who's put up their hand to be one of our early customers, also feasibly diesel fuel for marine shipping and other kinds of local fuels. So that's the big ambition, and it's going to take a lot of hands to make it happen. Forsetahjónin í 3 daga heimsókn í Færeyjum sem lýkur á morgun. Í gær tók Bænir Jóhannessen lögmaður Færeyja á móti Höllu Tómasdóttur forseta. Þau fóru í fylgd færeysku ríkisstjórnarinnar eitt elsta hverfi Þórshafnar og í þinghúsi þar sem forseti færeyska þingsins, Jóhann Dahl, tók á móti þeim. Í dag héldu forsetahjónin svo til Rúnavíkur og Klaksvíkur en heimsókninni lýkur á morgun. Markmið hennar að styrkja náin tengsl Íslands og Færeyja. Ég held að það sem skiptir mestu máli til að tryggja vinabönd á milli þjóða að hittast í eigin persónu og kynnast. Og ég vona að ég fari aftur heim og finni sömu tilfinningu og ég fann þegar ég kom til Færeyja fyrir 20 árum og aftur í dag. Að það að mér finnst ég komin heim þegar ég í Færeyjum. Og ég vona að okkur líði alltaf þannig, Færeyingum og Íslendingum, að við séum heima hvor hjá öðrum. Og að við getum stundað viðskipti og við getum staðið saman gegn áskorunum og nýtt tækifæri, búið til velsæld byggt á heilbrigðu hafi og góðum viðskiptaháttum og þarna held ég að ef að þessi vinabönd eru traust, þá okkur ávallt allir vegir færir. Gönguvikan á fætur í Fjarðabyggð stendur nú sem hæst. Það gengið á fjöll á daginn og svo slá göngugarpar upp kvöldvökum þegar degi fer að halla. Ein slík að hefjast á Hólmanesi á milli Reyðarfjarðar og Eskifjarðar og þar Ásta Hlín Magnúsdóttir fréttamaður. Já, við Hjalti Stefánsson tökumaður erum hér við Borgarsand og horfum inn Reyðarfjörðinn og hjá mér Sævar Guðjónsson, staðarhaldari á Mjóeyri og ein aðal sprautan á bakvið gönguvikuna. Sævar, þetta er 19. skiptið sem að þið eru með þessa gönguviku. Þetta eru 8 dagar, að minnsta kosti 2 gönguferðir á dag og kvöldvaka á hverju kvöldi. Hefur þetta verið svona þétt dagskrá frá því þið byrjuð? Já, þetta 19. árið sem segir og það hefur verið alveg frá upphafi, já. Alltaf laungganga fyrirpartinn og klifið á fjöll og annað slíkt og svo svona fjölskylduganga eins og við erum í núna seinnipartinn og enda á kvöldvöku hverju einasta kvöldi. Það er nauðsynlegt. Og svo svona smá kapp í þessu fyrir þá sem eru mestu göngugarparnir. Hvernig virkar það? Já, sko á fætur í Fjarðabyggð þetta til þess að koma fólki á fætur í Fjarðabyggð og við höfum svona verið með smá hvatningu að þú fær verðlaun fyrir að ganga öll fjöllin 5 sem eru á virkudögunum í gönguvikunni. Og svo núna seinnipass göngurnar, fjölskyldugöngurnar, ef þú ert 12 ára eða yngri eða 67 ára og eldri, þá færðu líka verðlaun fyrir að fara í allar þær göngur, sem alveg hvetjandi. Einmitt, og hjá okkur einmitt líka einn göngugarpur, Kamma. Þú ætlar að fara á 5 fjöll í þessari viku, búin með 2, eða hvað? Já, mikið rétt. Ég fór á annað fjall í dag, Hádegisfjall í Reyðarfirði. Og hvað heldur þú hafir gert þetta oft, farið á fjöllin 5 í gönguvikunni? Ég hugsa að þetta sé svona 15. skiptið mitt sem ég tek þátt hérna í gönguvikunni. Og hvernig var Hádegisfjalli hérna við Reyðarfjörð í dag? Hvernig var gangan? Það var blautt en alltaf gaman og hressandi. Einmitt. Og þá segjum við þetta gott hérna af Hólmanesi.
Takk fyrir það, Ásta Hlín Magnúsdóttir, og við ætlum núna að sjá hvað verður í íþróttafréttum kvöldsins. Cristiano Ronaldo var í dag næstelsti markaskorarinn í lokakeppni HM í fótbolta frá upphafi þegar hann skoraði fyrir Portugal á móti Úsbekistan. Kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson komin til Íslands, reynslunni ríkari eftir opna bandaríska meistaramótið í golfi, við ræðum við hann. Blásið var til markaveisluleik KR og IA í bestu deild karla í fótbolta í gærkvöld og Birna Jóhannsdóttir skoraði 3 fyrir Stjörnuna á móti Fram. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og það var helst í þessum fréttatíma að hitinn hefur farið yfir 40 stig víða í Evrópu í dag. Tugir hafa drukknað í Frakklandi við að reyna að kæla sig í hitabylgjunni síðustu daga. Íslendingur í Róm segir varla hægt að anda. Vinnsla er hafin í hvalstöðinni í Hvalfirði eftir 3 ára hlé. Hvalur 9 kom í land í nótt með 2 langreyðar sem skotnar voru helgina og er von á þeirri 3. í kvöld. Formaður Bændasamtakanna segir stjórnvöld skulda þjóðinni útskýring á þeirri vegferð sem þjóðaratkvæðagreiðslan framhald viðræðna við ESB sé. Auka búnaðarþing verður í ágúst afstöðu Bændasamtakanna. 10 ár eru síðan Bretar kusu að fara úr Evrópusambandinu og þjóðin er enn klofin í málinu. Pólitískur óstöðugleiki og brostnar vonir hafa einkennt áratuginn. Þessum fréttatíma er að ljúka og þá kom það íþróttum og veðri. Við verðum hér í fyrra laginu á morgun eða klukkan 18:20 vegna heimsmeistaramóts karla í fótbolta. En næsti fréttatími er í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má eins og alltaf finna inn á RÚV.is allan sólarhringinn. Við á fréttastofunni þökkum ykkur samfylgdina það sem af þessum degi. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Hönnunarsögur, sænskir heimildaþættir brautryðjendur í hönnun, arkitektúr og tísku. Í hverjum þætti er klassísk hönnun tekin fyrir og samtíma hönnuður kynnir sér hana nánar. Ástríðukokkar, danskir matreiðsluþættir þar sem fólk með ástríðu fyrir matargerð veitir innsýn í